Já, góðan daginn. Halló. Kæri Bingi Hálsson og gleðilegan 17. júní. Þetta er uppáhaldsdagur launþegans. Já, ég elskar þetta. Þegar hann hittir á Station helgi og 17. júní, takk fyrir. Já. Þetta er þetta besta vika ársins? Nei, það eru nú páskarnir. Já, páskarnir klika nú aldrei, sko. Já. Klika nú seint, en... Ætlum við getum gert svona rafrænt kalendar launþegans? Já, við þurfum eiginlega... Já, það er náttúrulega til. Það er hérna hátíðardagarnir, eða ekki? Jú, það mætti gera það eins... Svona nær launþeganum. Já, sjónrænna og kannski með tips. Já. Þú veist, 1. febrúar þá kemur svona kalendar notification. Já. Send á yfirmann þinn að þú verður í fríi þennan 5. og 1. páskana. Já, klálega, þetta er byrst. Jólin valdi oft vonbrigðum. Já, einmitt. Já, þau geta gert það. Já. Þau geta hitt illa á, sko. Já, akkurat. Opnaði ég 1 bitcoin. 1 bitcoin. Já. En herðu, já, nei, þetta var nú ágætis vika í fréttum núna. Það er heil hellingur í gangi. Heila bara rosa mikið. Já, við erum kannski, þú ert nú með einhverja bara svona sögur, þú ert með skemmtilega punkta í dag. Herru, ég er heila bara með fréttir, held ég. Nú, er það? Já, ok, já, flott. Ég er svona með, sko, þeir sem hafa verið að hlusta á okkur, þeir vita hvað er í vændum hjá mér núna. Já. Ég er ekki sáttur. Nei. Er hinn skeggjaða Sólveig Anna á leiðinni, eða? Já, ég meina henni gæti brúðið fyrir þetta. Já. En það er nú bara, það er það sem þjóðin er að kalla eftir í dag. Já, nei, ég veit ekki. Ég meina, á ég að byrja að fara við það, eða? Ég meina... Ertu að tala um þess að pítsu snúða upp í Seðlabanka? Hæ? Taka þá að lífið, eða? Já. Þú ert ekki að tala um Seðlabanka Kópavogs? Nei. Hér, þú veist, þú ert Seðlabankastjóri Kópavogs. Við erum að lækka vexti. Já. Hvað fleira? Ég bara... Við erum að lækka bindiskilduna. Já. Afnema bankaskattinn. Auka hagvöxtinn og lækka vexti á sama tíma og já. Og við ætlum að fara að gefa íbúðir hérna í varsendakörinu. Það sem er að gerast hérna upp í þessum Seðlabanka. Sko, ok, það vita allir hvað gerist. Í vikunni. Taktu stutt ríka, eins og þessi 5. Sko, þegar ég tók síðast rand á hann Ásgeir okkar. Já. Þá var yfirskrift þáttarins svo að hann spilaði á fiðluna og meðan að húsnæðismarkaður brennur. Já, það er örugglega besta kapsjóni á þætti sem hefur komið hingað til. Já, sko í fyrradag þá reif hann upp kontrabassan, sko. Já. Hann fimmfaldaði fiðluna þarna og byrjaði bara að taka djúpa tóna. Já. Á meðan að húsnæðismarkaður, sko, gjörsamlega, það er sviðin í jörðin ánast orðin. Já. Sorry, ég var að googla kontrabassi, ég gerði mér ekki grein fyrir Nei, það er bara svona fiðla á mjög stór fiðla. Já. Einnig kallað bassa fiðla, sko. Já, ég hef getað sagt cello, kannski. Það er svona, kannski aðeins þekktara. En já, eins og kannski svona flestir hafa heyrt, eins og ég sagði á þann að þá var þessi... Sorry, sé hérna, kontrabassa má í raun kalla bassagömbu. Já. Og er það sem kemst næst í að vera nútíma afkomandi gömbunar. Já, takk fyrir það. Heyrðu, ok, núna, Þetta var viskumóli. Já, ég meina sko, þú ert núna að fara, hvað segjum við, nutta Ásgeir upp úr tjöru og fyrir, sko. Það bara kemur ljós. Ég ætla aðeins að svona renna yfir þetta með hlustendum. Hvað var að gerast hérna. Ég ætla aðeins að halla mér aftur og svona, hérna... Fá mér 1 bitcoin. Þessi fjármagnsstöðuleika nefnd tók þessa ákvörðun sína á miðvikudaginn og ákvað að gera nákvæmlega ekkert til að sporna gegn hækkun húsnæðismarkaðar. Akkurat. Ok, ekki neitt. Í staðinn þá ákvaðu þau að hækka þetta hámarksveðsetningarhlutfall á fyrstu íbúðarkaupendur. Já. Ok. Skulum byrja á árétta 1 hérna. Hækkun fasteignaverðs. Sko, það er ekki drifið áfram af fólki sem er að kaupa fyrstu eign. Höldu því til að haga. Nei. Það var vist ekki tilgangur aðgerða, þú veist, þessara aðgerða sem þau voru að setja á hérna, heldur það að vernda hagkerfið og komi í veg fyrir ofskuldsetningu. Þetta er svona vottur af forræðishyggju, eða ekki? Komum inn á það hérna. Okay. Skulum bara, þú veist, byrjum á byrjunni. Ég vil samt taka fram, ég er mjög sammála honum, sko. Nei, ekki, sko, nei. Ok, komdu með þín röð. Nei, sko... Þetta er svo sannarlega ekki hópurinn sem að þarf að setja einhverjar hömlur á til að koma í veg fyrir ofskuldsetningu. Hér er bara verið að skerða möguleika
umsviða minnsta hópsins á því eignast húsnæði og það gert í skjóli þess að þau treysta þessum hóp ekki til að taka ákvarðanum sína eigin skuldsetningu, sko. Ok, erum við á leikskóla hérna? Hvað að gerast? Ég hlusta á þessar útskýringar og ég bara trúði því ekki sem ég var að heyra mannin segja, sko. Þetta er alveg gjörsamlega absúrt og núna með þennan hóp, fyrstu íbúðarkaupendur og ég hef ekkert leynt því að ég í þessum hóp sem kannski ástæðan fyrir því að ég svona kannski kann að æsa mig full mikið yfir þessu að ég vissulega í þessum hóp tekur þetta inn á þig og þetta ekki fyrsta skipti sem að mínir möguleikar sem fyrstu íbúðarkaupenda er skertur, sko. Mínir möguleikar eru skertir. Það var náttúrulega setta reglur hámarksgreiðslubyrði af fasteignalánum. Það voru 40% af ráðstöfunartekjum og það sem að ýtir fólki út í þessi lán bara með lægri greiðslubyrði í upphafi sem að í þessu tilfelli er þá verðtryggð lán sem að hann núna að tala rosalega mikið gegn. Ásgeir. En núna er verið að taka þetta skrefinu lengra og það er verið að stytta lánstíma niður í 25 ár við greiðslumatsútreikninga á verðtryggðulánum. Og þetta er á sama tíma finnst mér líka fáránleg pæling. Er þetta ekki klókt? Nei, hér fáið. Hér bara verið það er basically verið að vinna bara kerfisbundið að því að hleypa fyrstu íbúðareigendum ekki inn á markað. Og mér finnst það bara þetta er forræðishyggja. Þetta er andskotans forræðishyggja og bara og alveg fálega taktlaust líka. Vinnið frekar að breytingum ég átt að bara svona stöður í markaði, skilur ef þið ætlið á annað borð að gera eitthvað í þessum málum. Gjörsamlega búin að drulla upp á bak, upp á hnakka í þessari hagstjórn. Það sem ég fór að spá með þetta. Það er farið með stýrivextina bara eins og eitthvað helvitis, eitthvað fokkið sippuband, sko. Þetta er ekki hægt, sko. Já, bara jójó. Hvernig gæti það fólk bara staðið frá fundaborðinu? Já, herra, í dag lauk ég góðu dagsverki. Þú veist, heldu þau að færa á hana fund og þau myrðið bara hampað fyrir þetta. Þetta er eitthvað, þú veist, ok, þú ert ekki í sömu stöðu ég. Nei, ég hinum með borðið. Já, nei, þú ert það ekki, en þú hlýtur að geta, sko. Já, þú veist, ég átti að við, skilur, ég sé til með. Já, bara hérna nákvæmlega hinum með, en þú hlýtur samt að sjá vittlausina í þessu, skilur, þú veist. Sko, það sem ég skil ekki akkur með að bankarnir ekki bara ákveða þetta sjálfur. Já, það það sem ég að segja líka, skilur, og sérstaklega einmitt, minna húsnæðismarkaður, þetta frjálsmarkaður, en greinilega ekki með lánin, skilur. Nei, ég hefði verið til að hugsa ykkur á betri samlíkingu, en þetta er svona... Já, nei, en þú veist, það sem ég fór að hugsa með, hér hefði verið fáránlegt, þetta hefði verið hægt að líka þessu við að bara setja þak á húsnæðisverð, á frjálsum markaði, skilur, þú veist, það er þið fáránleg pæling. Já. Og enda dettið það ekki í hug, en þetta finnst mér, þú veist, mér bara finnst þetta fáránlegt. Bara til að taka smá pepp á þig, sko, ég fór að hugsa, ég var eldri en þú þegar ég keypti mína fyrstu, þannig að þú átt nóg inni. En svo er það náttúrulega það, ég er líka, það hefur líka komið fram, nú er ég einhleypur, nú er ég einnastandi í þessu. Já, akkurat. Það er vesen, það er alvöru vesen. Hér er bara verið að senda skýr skilaboð, ef þú ert einhleypur, finndu þið maka sem á íbúð. Já. Það er bara, það er ekki flóknara en það. Svolítið á vinina sem eignuðust saman barn í fyrra eða hitti fyrra, manstu eftir þessu? Þau voru bæði einhleyp, ákvaða bara hendi. Já, einmitt. Gæti þú ekki farið í eitthvað svona, eitthvað tæknilega sambúð? Jú, það var hægt að skoða það. Já. Þetta væri það sniðugt. Já, er það ekki? Bara samband á platónsku stíi, en við eigum þessa íbúð saman. Auglýsum hér með bara eftir einhverju stúlku eða dreng. Stúlku, ég er gaggi neður, sko. Já. En ég meina, væri ekki hægt að hugsta líka bara eins og bara einhver svona sambúð, bara einhver nettur með þér, ef ekki bara kaupa saman íbúð og búið til litla kommunu. Ég get alltaf hlegið af þessu. Mér finnst þetta svo fáránlegt, sko. Já, mér finnst vottur að fóra þess ekki. Já, þetta er bara rugl. Þú veist, þetta er bara fáránlegt. Líka bara þessi hópur, þetta er langsamlega umsvifa minnsti hópurinn. Það segir sér sjálft. Þetta er fólk sem á ekki fasteign, skilur. Já, ég núna, bara, herru, skerðum þau. Við tókum kaffi með einum af okkar uppáhalds hlaðvarpsvinum, Brynjóli Gauta, sem er tölfræði séni. Ég þori bara ekkert að segja lengur gögn eða annars svona markaði. Þú veist, við erum búin að vera að kalla eftir aðhaldi, en hann er örugglega með þessar tölur einhverstað. Já, þú veist, ok, ég held, þú veist, skilur hvað er að fara? Já, eðli málsins samkvæmt er þetta umsvifa minnsti hópurinn sem á ekki fasteign, ok, en
hvað hann hefur verið umsvifamikill í kaupum á fasteignum núna upp á síðkast í síðustu 2-3 ár, skilur það hlutfall þekki ég ekki. Nei, en á sama tíma gruna með að það sé samt bara smá hluti af þeim sem voru að kaupa íbúðir síðustu 2-3 ár. Já, mikið af fólki sem var að kaupa þetta bara í fasteignasamsitt, bara til að leigja út, sko, bara í stórum stíl. Það jákvæða sem ég sé í þessu er að... Og þú veist, bara til að koma með þann punkt, ég hef ekkert á móti því fólki. Þetta er bara fólk sem, þú veist, kerfið býður upp á þetta. Akkurat. Þannig er það bara. Það jákvæða sem ég sé úr þessu, að það eru nokkri komnir upp í kannski nálægt 10% af útborgun. Já. Núna er verið að þröngvað upp í 15. Já. Veist, það er alveg gott að spara aðeins meira. Þetta er 50% hækkun á eiginfjár útláti. Það er alltaf í lagi að spara aðeins meira. Það mun ekki tapa á því in the long run, held ég. Þannig. En besta hugmynd sem ég heyrði var í röðin á Subway í gær, 2 strákar fyrir frammi sem voru alveg að ná 10%. Já. Og þeir sögðu bara, Bitcoin er búið að lækka. Við setjum þetta bara í Bitcoin í staðinn. Hvað, ætlar Ásgeir að fara að banna okkur það? Nei. Þannig að ég... hömlur á því? Nei. Þetta fer bara út í áhættu sæknari fjárfestingar. Höfuðstóllinn sem var kominn. Ég reyndi að vera aðeins róleri núna heldur síðast. Ég var svona full æstur síðast, en ég vil kalla eftir standard hjá þess að nefnd, þú veist, annarkvort bara gerið eitthvað í vandamálinu eða bara, þú veist, sleppið þessu bara. Það er eitthvað blóðsíku fallhjáður. Ég heldur að hendi öðrum snúð frá Brauð og Kó. Já, það er nokkuð ljóst. Það ekki, Það eru talandi Brauð og Kó. Já, þeir voru góður í hádeginu. Já. Spicy tuna klikkar aldrei. Nei. Og þau voru núna að opna við Laugaveg, bílalúi. Yndislegt kaffihús. Já, geggjuð. Og það besta við að fara inn í Reykjavík, segi ég, það er að gera sér hann að taka Borgartúnshringinn. Já. Beirinn á ljósunum hjá hann einn, keyrir út í enda, tekur hringinn upp tilbaka, fer á Brauð og Kó. Já. Reynir að halda inn í andanum allan tíman. Já. Það kemur aftur yfir í Kópavog. Já, það er svona reglan. Já, en kaffið og snúðanir frá þeim eru bara það besta. Kaffið frá Reykjavík Roasters. Já. Og svo eru pizzatilbúðin á 5. og 1. Fjölskyldu pizzaveisla. Já, er það ekki bara hinn íslenski 17. júní? Jú, klálega. Að vera með súrdegsbotn, hjemmelavet, pítsu, frá Brauð og Kó. Auðvitað. Og svo er þetta tilbúð morgunbolla og með skinku og osti og kaffi eiginval á 650 og croissant með skinku og osti eiginval á 850. Þetta er bara, eins og ég hef áður nefnt, ég er verið að gefa penning. Já, klárt. Heyrðu, ég á ekki bara kíkja, ég er með svona skandinavist. Nordic Noir. Ok. Glimti reyndar að skrifa það inn. En sko, ég var að hlusta á eitt af mínum uppáhaldspodcastum frá Jótlandi í vikunni. Og kem inn á helvíti skemmtilegan punkt sem ég var ekki búin að sjá neins staðar. Þannig að ég heldur sem að breyka þetta. Ok. Og það er sko að danski kvikmyndaiðnaðurinn er í bobba. Eða törmóli eins og þeir kallaði á Kópaskeri. Ok. Og þú hefur nú heyrt eitt og annað danska kvikmyndaiðnaðinn, ekki satt? Jú. Ég held að það gerir það flestir. Já. Og svo sem er norski líka svo. Ég er náttúrulega mikið fyrir klón þættina. Já. Klán. Frank og Kasper. Ég geti mitt gefið það út að ég er búin að vera sama á Halloween í 15 ár. Væntanlega Frank Vam. Ég fer alltaf í skyrtu, jakka. Hann er geggjaður. Fína derhúfu og með gleru. Þetta klikkar ekki. Magnaður karakter, sko. Já. Þannig er mál með vexti að TV2, sem er held ég bara danska ríkisstöðin, TV2, Netflix og Viaplay, sem eru 2 risa streymisveitur, alla búin að gefa það út núna nýverið að þau ætla ekki að framleiða fleiri danska þætti eða sjónvarpsþætti á meðan þau standa í deilu við stéttarfélög í Danmörku um það hvernig á að standa skil á greiðslum og bónusum til leikara, handritshöfunda, leikstjóra og bara svona allara sem falla undir þessa reglíf, hvað getur maður að kalla það, bara svona þáttagerðar iðnaðarins eða kvikmyndaiðnaðarins. Já, kvikmyndaiðnaðarins. Já, það er drama. Já, og það er sem sagt sko setur stórt strik í reikningin, en þannig er mál með vexti að í janúar á þessu ári þá ákveður samtök danskra framleiðenda sem er væntanlega svona lobbyista armurinn og Create Denmark sem voru launþegasamtökin eða reglífasamtök leikara, handritshöfunda, leikstjóra og fleiri að það ætti að tryggja þeim hærri greiðslur fyrir unnin störf og þetta er búið að fara þver öfugt ofan í streymisfyrirtækin og þarna er þess að tekin einhver ákvörðun það ákveðin fyrirkomulegu og bónusum og greiðslum og fleira fyrir danska kvikmyndagerð eða þáttagerð eigi svona að fara og svona lúta þeirra lögum. Já.
og stóru streymisfyrirtækin ekki alveg að gúttira þetta. Nei. Og ég með Viaplay sendi bréf fyrir ekki svo lengu og benti á svona 3 hluti. Þetta einhvers staðar annars staðar svona í heiminum? Eða þú veist? Ég bara þekki ekki. Eina sem maður heyrir heima að við erum að fá 35% skattaafslátt, sko. Já, einmitt. Og ég veit ekki til þess að séu stéttafélag leikara hér á landi þau séu eitthvað skipta sér á þessu, nei. En já, Viaplay sendi sett bréf. Þeir voru búin að koma á 10 danskar seríur á næstu árum. Eitt álitaefni víst þessi bónusgreiðslur sem á að taka tillit til fjölda áskrifanda streymisveitna. Okay, en ekki endilega hvað þátturinn sem búinn til performar. Skilur þeir vilja einhvern veginn kötta inn í heildar áskriftabasan. Já, ég skilji. Sem að streymisfyrirtækin taki ekki í mál. Svo var svona einhver útfærsla á success-based módelinu sem sagt örugglega væntanlega að fara fram á einhverjar hækkanir ef að vel gengur. Já. Og svo svona eitthvað skrítið með hvernig data sharing útfærsla. Þeir vilja fá svo mikið af gögnum sem að hinn bara treysta sér ekki til að láta af hendi. Og jafnframt kemur fram að Danmörk búin að tala fyrir því að sitja á einhvers konar streymiskatt sem á að vera 6%. Jesus. Og menn eru þarna bara hendi í stór orði eins og þetta gerir það verkum að Danmörk verði bara flokka sem low priority markaður þegar kemur að fjárfestingu. Eitt magnað að lokum, áður við tökum svona finnum smá fyllingu í þennan... Þetta smá áskeiðsfílingur í þessu, það verið að setja bara einhver boð og bönn þarna. Já. Áður við finnum sem sagt fyllinguna í þessum dökka konfektmóla hjá mér, að þá það TV2 ríkisrekna stöðin Danmörku, sko. Þetta bara eins og RÚV væri að hafna íslenskri þáttar og kvikmyndagerð. Já, þá þið allt vitlaust, held ég, sko. Já, sko, nú maður stressa. TV2 bara fá þetta beint. Government owned subscription television station. TV 1 og 2 eða ekki. Heitir þetta ekki DR1 og DR2? Ekki hugmynd. TV2 allavega að hluta til ríkisreikin. Þá ég búinn að koma því frá mér. Já, takk. Eins og ég segi, hendur smá fylling í hennan konfektmóla. Ég með vinsælustu dönsku þættina. Já. Að giska það? Já, ég ætla að bjóða þér að giska. Ekki brúin? Í boði Lavazza. Já. Og þú færð að eiga 2 Lavazza kotta sem þú mátt taka með þér heim. Já. Hilki? Já, hilki. Yes. Fyrir hvert rétt svar. Ok, og þú byrjaðir á... Ég sagði brúin. Brúin, já, The Bridge. Það rétt, ok. Já, það númer 3 á listaðu vinsælstu. Svo það þarna einhver þáttur sem var úr stríðinu þarna. Það var einhver... hvort það hefur verið norskt. Ég man það ekki. Ég man ekki hvað heitir, það ekki fræðilegur í munna. Ég segja Klón. Klón ekki á þessu... Nei. Ég að spá hvort þetta sé 1864 sem þú ert að vísa. Já. Sem fjallar Second Schleswig. Já, það bara dýrasta sjónvarpsefni sem eru búið til á Norðurlöndum, sko. Já, það. Já, þú hefur rétt fyrir þér, það númer 4. Yes. Þannig ég finnst svona eins og eigir að vita númer 1. Já, það eitthvað sem ég Politist. Já. Allir sem ég veit að hlusta á dönsk hlaðvarp eins og ég bara núna, þeir íða á skinninu, sko. Það eitthvað sem heitir bara svona eitt orð eins og brúin. Ég man ekki hvað það var, sko. Borgen, já, ég veit það. Borgen, maður. Og nummer 2 Killing. Já. 5 The Rain. Og svo kemur Klán ekki á listanum? Nei, Klán þeir eru náttúrulega óreglulegir, sko. Já, og sko, það sem ég heyrði eins og ég horfði svolítið Svo það ekki sérstaklega dýrt heldur, sko. Nei, og líka þegar við vorum að reyna að vera sniður fluttum út og vorum að reyna að sýna könunum hvað Klón væri fyndin húmor. Já. Þetta ofbýður að hluta til bara mörgum öðrum þjóðum, sko. Þeim finnst bara, þetta það óþægileg kaltæðni og fleira að bara, fólk bara höndlar þetta ekki, sko. Þetta í alvörunni einu af mínum uppáhalds þáttum bara ever, sko. Já, bara by far það besta sem það og Outlander, ekki spurning. Já, ok. Og svo Ride Upon the Storm nummer 6, en það á svona eftir að springa út. Þannig að ég að fá 4 hilki með mér heim frá Lavazza. Já, takk fyrir að Lavazza. Nema Ásgeir, vil ég sitja okkur einhverja reglur með það? Hvað þú mátt má farga? Já, svo það kemur nú ekki á óvart. Kannski má ég bara láta þið fá 1. Já. Takk fyrir það, Ásgeir. Kaffistöðu nefnd, það nýjast að þarna? Helmingurinn af þessum hilkjum fer til Seðlabankans? Nei. Til að sportna gegn því að þú drekkir mikið koffín helgina, þá máttu bara fá 1. Já, það verður að hafa það. En svo að minna á líka, þau eru komið með ný og mjög umhverfisvæn hilki. Já. Þannig að þau eru að gera þetta alveg 100% og eru með þarna sjóð í kringum þetta.
vera gróðusetja og þetta bara allt hitt besta kaffið, heldur okkur lífandi hérna. Takk fyrir það. Og ég sé hérna, það semst undan þá í kaffistefnu nefnt hjá Ásgeiri. Úti þetta svo umhverfisvænt frá Lavazza. Já, þá fáum við... Þá máttu taka... þú mátt taka auka. Glæsilegt. Heyrðu, ég sé hann að vinna í... Manstu þegar ég tók Dominos, sögu Dominos? Já, það voru 18 mínútur. Já. 18 mínúta intro. Ég er að vinna í sambarlegu Lavazza. Já. Það verður samt svona... max hálftími. Ok. Ég lofa, ekki meir en hálftími. En ekki núna þá eða? Nei, það kemur næst þetta. Seinna, já, ég ætla að nota páskana ég farið við það. Já, ég kannski gríp orðið hérna, eða hvað, þú varst búinn með, búinn með þitt, eða ekki? Jú. Og það er hérna hann, vinnur okkar, hann hérna Gylfi Magnússon, stjörnuhagfræðingur. Er það ekki sá sem að kalla Ísland Kúbu Norðursins? Það nú ekki. Hann er allavega alltaf, ef einhver málefni eru á döfinni, þá er hann alltaf mættur hérna, í fjölmiðla, sko. Og hann byrjaði nú heldur betur vinnuvikuna af hörku, sko, bara á mánudaginn strax og hérna, og já, hann reytti bara svona margan rafmyntagóminn til reiði þegar hann sagði að, hérna, að Bitcoin væri verðlaust. Já. Og þá var verið að tala að sko að þá var Bitcoin komið í 24.000 og hann sagði, já en það er nú samt verðlagt 24.000 krónum og hátt. Já, akkurat. Hvað hérna, já, Kúba Norðursins. Þetta er sami, hann tók sér til þegar hann var ráðherra og sagði að við myndum heldur ekki samþykja það gleymist að hann var ISAF-samningin, hann fyrsta, þá... Sko. Já, en þú veist, hann reytti þarna rafmyntagóminn til reiði og vill meina að þetta sé verðlaust og allt það sko, en ég meina nú er hann menntaður í þessum peningastefnu fræðum sem að við hérna, er viðloðandi í dag. Já. Þessi fiat currency eins og við köllum það. Já. Og ég meina, og það sýnir sig bara, þú veist, það eru augljósir gallar á því kerfi þegar það verður alltaf hrun á 10 ára fresti, sko. Já. Þú veist að... Örugglega minna er það ekki. Hæ? Er það að tala okkar kerfi? Já, bara okkar kerfi, skilur. Ég meina, ok, rafmyntir, jari, þetta er náttúrulega ekkert nema bara fjárfesting í dag, skilur. Þetta það er engin þannig stóð í þessu. Nei, allan ekki sem er komin svona í almenna notkun, sko. En mér finnst áhugavert að taka bara prófa 1 ár, bara afnema myntir og seðla og þetta. Já. Prófa bara Bitcoin. Bara Bitcoin. Limited supply. Sjá hvernig hagkerfi myndi fungera þannig. Er það að tala fyrir allan heiminn eða bara Ísland? Já, bara allan heiminn. Allan heiminn. Já, þú veist, annars myndi það ekkert virka, þú veist. Þá ég myndi gera fastlega ráð fyrir að þetta er stöðugri sveiflur. Já. Þetta limited supply, það er margt fallegt í því sem ég væri til að svona sjá raungerast, sko. Já. Án þess að ætla að fara eitthvað, þú veist, ég er ekki hagfræðingur, sko. Það bara að taka það fram. Ég held við ættum kannski aðeins að kynna okkur þetta betur. Mér finnst það fín hugmynd, sko. Ég ætla ekki að tjáða mikið meira þetta. Nei. En vissulega samt, það er ágætis punktur samt með þessu að hann talar að rafmyntir hafi ekkit, því að hann talaði að þær hefði ekkit svona hérna, maður nú sjá. Undirliggjandi virði. Já, sem er, þú veist, alveg rétt þannig, og þá var hann spurður út í gull og þá sagði hann að sko að gullverð fer aldrei niður í 0 en það hefur þá eitthvað notagildi og inn í sviga fyrir aftanstendur skrautgildi sem er eitthvað sem er bara svona flex, fattar þau, svona, þú veist, setja á hring eða... Já, eitthvað svona, eitthvað þannig, sko. En ég vil meina að, sko, þú veist, þetta er náttúrulega létt risaðila, skilur hann Gylfi, og hvað geti gerst í þessum metaverse dæmi, skilur ok, ég ætla ekki að fara djúpt ofan í það, en við vitum ekki nema eftir 20 ár að metaverse verði orðið bara allsráðandi og þar geta rafmyntir spila stórt hlutverk. Blómstrað. Ég meina klálega, þú veist, og þar er eitthvað sem heitir þetta skrautgildi. Þú getur notað eins og núna bara strax í dag Ethereum getur notað í þetta NFT fungible tokens. Ég er að drekka Bitcoin. Já, þetta er svo ódýrt, ég keypti bara og setti í en NFT er náttúrulega bara að hrynja með öllum rafmyndum líka í dag, en þú veist en á einhverjum tímapunkti þá held ég að þetta muni geta haft þessa flex þörf eða svona þetta skrautgildi eins og það er kallað hérna, sko. Ég meina, er ekki skrautgildi í dag að eiga Bored Ape? Jó, já, þú veist, nei, rauninni ekki, því þú getur hvergi sýnt það, skilur, en hvað vitum við að Metaverse bara... Jó, menn er að setja þetta í prófælmynda á Twitter bara eitthvað þannig, en ég er að segja bara Metaverse, segjum bara eftir 20-30 ár, þá er bara Metaverse orðið að ég er bara fann að kíkja í kaffi og þú veist, út á Kokomo og ég er bara hérna á Íslandi, en ég bara,
Já, það er einhver eyja og hefur ekki hitt Kokomo með The Beach Boys? Ja? Nei, hvað? Okay. Aruba, Jamaica, já. I wanna take you. Já, allavega. Og ég get kíkt bara í kaffi til þín í fáránlega flotta húsið þitt á Kokomo og þar ert þú bara með málverk eða listaverk. Þar ertu með Bored Ape. Já, akkurat. Og ég meina, þetta snýst bara allt huglagt mat heimsins, samfélagsins, skilur. Þú veist, bara Ég ætla að taka hvers virði þetta, sko? Ég hendi svo út, sko, en ég ætla að lesa fyrir 3 fyrirsagnir. Þannig áttur á því hvað geti gerst þegar þjóðríki tekur upp Bitcoinið. El Salvador's big Bitcoin gamble backfires. Ég veit það, skilur. To deepen debt. Það sem ég að segja að þetta þarf að vera samrýnt kerfi, skilur. El Salvador's Bitcoin bet suffers amid crypto meltdown. En það var þetta bara innan þess afmarka, þú veist, bara innan þeirra landa. Þú veist gamla með íslenska ríkið. Ég sit ekki hérna til að vera einhver dómari, sko. En ég bara segja að það væri gaman að prófa og sjá. Ég sammála. 1 ár, bara Bitcoin var það heiminn, eða þú veist, já. Gætu ekki bara að byrja á Kópavogi? Jú. En þá myndi það enda kannski eins og þannig í El Salvador, skilur. Já, gætu verið. Ef þú veist því að það er bara alþjóða viðskipti, það er bara viðskipti á milli landa og ef þú ætla bara að vera með þetta á einum stað, þá kannski svona, ég segir það sér nokkuð sjálft að það mun bara ekkert ganga upp, sko, á endanum. Í rafmyntaheiminum, þannig við fyrir að ljúka þeirra umræðu, svona blandast inn í minnpunkt. Þeir kölluðu þetta Bloody Monday á mánudaginn. Það er allt í frjálsu falli, má segja. Og það var einmitt þá sem að Gylfi kom í fréttinnar. Já, akkurat. Það sem að mér fannst áhugavert, ég meina, hvað var það, er það ekki Binance? Nei. Binance. Nei, Coinbase var að segja upp 1100 manns. Það var ekki Binance, það var Binance. Það? Já, nokkuð vissi það. Coinbase. Eða bara 100% vissi það. Ok, segjum það bara, þá getur einhver fact-checkar okkur. Coinbase er að færa 18% allavega. Já, 1100. Já, Coinbase, það er rétt. Og Celsius, þetta var svona það sem að vakti mest athygli, sem er enn einn svona, hvað getur sagt, rafmynta höllin. Slags banki, greinilega. Að það sem sagt gerist hérna fyrir vikunni að einhverju viðskiptavinir ætlaði að fara að taka út rafmyntina sínar. Og voru frystir. Ég er búin að sjá þetta, já. Það var áhlaup á Celsius og þeir gáðu ekki greitt út. Og þetta finnst manni svolítið skrítið, sko. Og minni dálítið á GME-ævintýrið þegar var fryst. Allt var fryst, sko, þegar þetta var að hrynja. Já. Nei, þegar þetta var að, þú veist, að spæka í rauninni, þá var þetta fryst og eftir það þá bara hrundi allt, sko. Ég var með svona örskýringu á þessu sem Celsius var að bjóða fólki að geyma Bitcoin hjá sér og var að borga síndist mér að lágmarki 6% vexti á Bitcoinið þitt eða rafmyntirnar. Það sem þeir voru síðan að gera voru að þeir voru að taka peninginn bara eins og hver annar banki og endur fjármagna í önnur verkefni, DeFi, í vonum að fá hærri ávöxtun og svo bara halda mismunnum. Þannig að þeir voru að treysta á, við erum að borga þér 6%. En við erum fara að fá 10% ávöxtun hér eða hvað sem það er. Þetta backfire aðeins þegar allt fór að hrynja. Þetta er auðvitað ekkert ósvipa og var með Luna daginn. Og svo bara núna þegar kemur áhlaup á, þá er fjárhagsvandi. Ég sá einhvers staðar að ef að Bitcoin fer undir $15.500, þá er þetta dæmi bara búið, sko. Þeir eru vist með collateral, hvað er það? Við tryggingar í Bitcoinu sem að halda upp á því verðgildi en eru margin calluð þarna í 15.500, sko. Búið fyrir þau þá, sko. Já. En þú veist, eins og ég segi, þú veist, auðvitað þessar rafmyntir fugazi eins og staðan er í dag. Þetta er bara fugazi, þú veist, það veit enginn einhvern veginn, það sér enginn alveg beint notagildið í þessu, ekki hinn almenni borgari. Einhverjir sjá það og eru að tala um þetta limited supply og bla 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 sem ég finnst alveg sniðug pæling. Það bara virkar ekki núna. Og á meðan það er, þá mun þetta verða svona. Hrun eftir hrun og spike eftir spike, sko. En þú veist, og svona er þetta samt líka bara í venjulegu fjármálakerfi, sko. Já. Það er bara þannig. Svo var ég búinn að sjá hérna umræðu að það íðar allt hérna í íslenska rafmyntaheiminum. Telegram-hóp, allt tjúlað. Þú ert með skúp. Já, ég fekk hérna sent, sko, að sko... Lendi í einhverjum
Eitthvað nafngreinan, má ekki kalla hann andlit Bitcoin á Íslandi eða? Jó. Hann var nú bara í fréttum hérna fyrir vikunni Bitcoin, Kristján góðvinur minn og fyrir bekkjabróðir. Já, ég skildist að hann hafi bara lent þarna í bölvuðu baslinni í einhverjum Telegram-hópum Bitcoin sem að verið að kalla þetta saurmyndir og saurmyndasjóði og saurmyndasjóði og hann bara opið og gekk út sko. Þannig að það ekki sko, það ýmislegt í gang. Það eitthvað sem að Kristján má eiga sko, þá það að hann búinn að gera andskoti vel á sínum vettvangi. Já, hvað var það fræðslu og bara svona aukna vitund í þessum heimi. Þú veist, hann umdeildur, það ekki allir sammála þessari speki sko. En hann hefur alltaf komið svona yfirvega nálgun, má segja. Þannig að þetta meira fræðandi það sem kemur frá honum heldur en... Það eru svo margir kúrekar að núti bara, ég sagði ykkur að Luna var í 200. Já, og hvernig ætti þú að hafa vita það aumingiðinn? Tónum okkur niður hérna. Fyrirgefðu. En Kristján... Það eru börn út í bíl, sko. Nei, það frídagur. Fólk ekki út í bíl núna. Það rauður dagur. Undir hvaða kringumstæðum fólk að hlusta á 17. júní? Já, ég veit það ekki bara. Hádeginu fer á brauð og kó og kúra og akna já, svo það hella sér á bollan elskar mín ef ekki bara kúra og hlusta á pinginjum ég segi það en svo eins og ég segi það er full langt gengi hjá mér að kalla þetta aumingja en það eru rosa margir sem að maður hefur séð sem að þú kallaði það bara aumingja já, þú veist, ég bara þol ekki þegar fólk eitthvað að segja sagði ykkur það, eitthvað svona eftir á skilur það er bara eitthvað versti hópur samfélagsþegna hérna á þessu landi sko. Sérstaklega upp á við sko því að hvað aftur kvótið á ensku það ekki fyrir að fjara sig og sér hver var nakin út í sjó ég þarf að æfa þessa línu en það sem ég ætla að segja með Kristján, hann má eiga það hann hefur alltaf nálgast á þannig yfir að máta hann ekki í þessari ráðgjöf skilur eins og talaður hann að fræða þú heyrir hann aldrei segja bara já, kaupiði Bitcoin kaupiði það veist, hann ekki og að segja ég sagði ykkur þetta færi eitthvað svona skilur og það er það sem ég fíla bara við hans nálgun sko. Þetta meira þess að kvót frá Buffett sko. Já, Warren Buffett sjálfur Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked og þetta oft fjallað svona kúrekana sem eru kannski að gíra sig í uppsveiflu svo þegar kreppir aðeins þá kemst að því hverju raunverulega voru bara nættir út í sjó að synda sko. Við þurfum kannski að vinna í að útskýra þetta betur en fólkinu hefur gaman að það er nóga liði sem tilbúið að tjá sig opinberlega að ég sagði ykkur að Luna færi í eitthvað skilur en þú veist, maður hefur vissulega alveg séð spekinga tala að Bitcoin muni fara einn daginn í 100.000 og ég held að það sé bara mjög eðlilegt að segja það er eiginlega bara óumflýjanlegt það muni einn daginn gera það er bara fakt Þú ættir að taka þessi 10% og hendi Bitcoin ef þú trúið því Nei ég ætla að fara í næsta Meinarðu 15%? Já, 15% Já, þetta er úr 10 í 15 Hlustaði bara kúrekana þarna í röðinni Shrinkflation er það sem að eiga sér stað í dag svo kvöldur samdráttarbólga segi ég sá einhvers staðar orðið vöruskerðing mér finnst það bara ekki lýsandi fyrir shrinkflation en þú varst síðan með eitthvað annað á sig þú kallaðir þetta skerðingabólgu Nei, ég talaði hérna nú er ég búin að gleyma því skreppubólgu hvað þannig? Skreppuskeið Já Skreppuskeið Við ætlum að kjósa þetta í dýfind og pingja Skreppubólga Við ætlum að kjósa besta orðið en allavega þannig ég hlaupið á þessu að þetta er sem sagt það sem að við neytendur höfum tekið eftir ekki á Íslandi en víða Hvað kölluðu þeir þetta sagður Þetta er shrinkflation Já, nei, hvað á íslensku? Kallar þetta vöruskerðing Já Ég vil kalla þetta skreppuskerðing Ég vil kalla þetta samdráttarbólgu Ok og ætla bara að gefa mig það bestalega að skýra þetta það Já, ég veit hvað shrinkflation er þetta er skemmtilegt fyrirbæri sem að held ég að allir ekkit vari við sko verður ekkit vari við og það er svona kannski niðurlagið að ef þið verðið vari við eitthvað svona hér á landi endilega sendið á okkur en það sem er semast að eiga sér stað er að framleiðendur og flest allt í þessum heimi er að díla við herri afurðaverð á hráurum og fleiru sem fer í að búa til vörurnar sem við kaupum og neytum og framleiðendur standa fyrir þeim vanda annarkvort A, þurfa þeir að hækka verðið eða þær eða B,
þau lækka magnið sem í umbúðunum og halda sama verði sem að vera neytendum til góða að því haldið út af því að þú ert ekki að borga jafn mikið en þú ert í rauninni að borga herra og þú fær minna hér ekki tilkynnt þú veist, það ekki tilkynnt þetta og hér eru nokkur góð dæmi sem að ég komi með það sem að þú gæti verið að horfa út í búð en þetta nú leiðilega, þetta allt úr Bandaríkjunum, frá Bandaríkjunum en svona nokkur góð dæmi og örugglega upp á þetta Walmart ákvað að fækka klósett pappírsrullum úr 168 í 120 á sama verði það bara svona, heyrðu við erum að selja hérna 168 rúllur nú seljum við 120 sama verði eitthvað segir mér að fólk taki eftir þessu en betra dæmi úr þessu þegar sambærilegir aðilar ákvað frekar að fækka pappírum heldur en rúllum laufum á klósetrúllinu og hér erum við dæmi sko Cottonelle og þeir ákvaðu í staðin fyrir að fækka rúllum neytendur taka eftir því þá fækkuður, hvað kallar þetta, laufunum úr 340 í 312 og annar, Procter & Gamble sem eru nú ansið stórir í þessu þeir tóku sama snúning en þeir sögðu þetta væri betra value það sem að pappirinn væri meira absorbent fyrir vikið og bara breytt í kasmír hvað segir maður, drekkur hann meira í sig hann er meira absorbent eða það eru færri lauf þannig að næst að kaupa klósettpappír báðið í þessu eru rúllurnar allt í norðnar 10 en ekki 12 þá vitið að þeir eru stödd í miðri samdráttabólgu í áskeirsbólgu þetta fylgir áskeirsbólgunni nokkur önnum dæmi Pringles-staukarnir í Bandaríkjunum þeir eru svolítið segir þeir eru orðnir mismunandi stærð en kosta allir það sama þannig að rauði Pringles sem hérna algengasti bara svona örugglega mest seldi mismunandi þannig að hann kostar mest þeir kosta allir það sama en hann komin í 5,2 únsur svo við hliðina á hann með græni 5,5 únsur ég skilji þannig að þetta er svona rauninni kostar mest samt mjög erfitt per flaga per flaga þeir hefur bara getið tekið upp að fækka flugum svo er það sem þeir eru örugglega gerðið þeir eru minkuð þetta það kemur út á það sama ég meina gamla sögu góða Toblerone árið 2014 við skoðum þau lækkuðu þyngdina þeir jöku bara bíli á milli Toblerone skilurðu og þau náðu að lækka það er svo nöðrulegt þau náðu að lækka kostnaðin á þyngdin á Toblerone 25% með bara auka bíli á milli þetta er móli frá 2014 þetta er svakalegt en svo var ekki Snickers líka það var eitthvað þekkt fyrir þetta þau breyttu sér svona dúo hækkuðu verðið miklu hlutfallslega meira heldur en þyngdin jógstum það var eitthvað þannig, ég manna ekki það eru endalaust fleiri dæmi, þetta er bara allt í únsum og ég nefndi ekki að vera eitthvað þetta fyrir 4 únsum í 3,8 únsum en það sem maður má sérstaklega taka eftir og við erum núna svolítið svona vekja við neytendur til að vera með okkur í liði taka eftir tannkremi, hafrakeksi öllu svona súkkulaði tengdu Gatorade, hunda- og kattamatur og þú spurðu, eru íslenski neytendur á varðbergi hvaða íslenska dót er að minnka og hvaða íslensku framleiðendur er að stuðla samdráttarbólgu í miðri áskeirsbólgu ætlum við að vera með quiz eða? Við getum verið með quiz inn í dýpund og pingjan Pól? Já, Pól, spurjum vöruskerðing, samdráttarbólga eða skreppubólga það ekki? Já, klálega maður hefur nú orðið alveg var við þetta hérna á Íslandi svona minkandi vöru á sama verði það er ekki spurning Íslendingar gera þetta alveg eins og kannarnir Já, það var ekki að bíða eins eftir að fá eitthvað sent og vera þá kannski bara með íslenska samantekt í næsta neytendaþátti er það ekki? Þannig við byggjum þetta klálega eitthvað fyrir neytendaþátti Já, ég veit gaur sem er kallað Value kóngurinn var að vinna í bókun og er núna hjá ónefndu fyrirtæki Value kóngurinn, þeir þekkjan sem þekkjan hann mældi brauð minni mig 8 eða 10 vikur þess að þetta í góða brauðgerð kaupi brauð og var að mæla og sendi síðan stóran kvörtunarpóst það er samt svo vitlaus þú átt að vikta brauðið Nei, ég áttu, hvað sagði ég? Mæla? Nei, hann viktaði það, hann viktaði það Value kóngurinn viktaði og tjúlaðist svo þegar hann bent á að það er samt alvöru töð því að brauð geta alltaf verið mismunandi hann er kallaði Value kóngurinn, við skulum ekki gleyma því en ég ætla ekki að nafngreina ég get svo sem ekki, ég er búin að vera töð allan þáttinn Já,
Já, heyrðu, áðurum við förum að djöfla okkur út í helgina. Já. Ekki allir... Já, það er allir mjög spenntir fyrir Station-helgi. Já. Heyrðu, það er nýliður. Búin að vera að fá send svona viðskipta heilindi. Sem að er liður sem að ég vil eiginlega bara kalla hugsjónamenn sem hlæja á morgun. Þetta er fólkið í business sem er að djöflast. Og við vitum að mun hlæja á morgun. Já, ekki beint launþegar. Nei. Þetta er fólkið sem er að leggja hart að sér. Þetta er fólk sem mun djöflast í dag, 17. júní. Já, og þetta er í boði Skruf í dag. En sko, eins og þú kannski veist, þá er ég vanlega að rækta mig á morgnana, reyni það. Tek svo góða gufu, alltaf eftir á. Þetta er gufa með steinum, skilur við, þannig að það er að bæta á. Og ég var í gufunni í gærmorgun. Og það kemur inn maður sem spyrir leyfi hvort að megi setja smá vatn á steinana, sem að má vanalega ekki, sko. Þú átt ekki að vera að setja vatn á steinana. En ég bara, mér fannst það viðkunnulegur, þannig ég jánkaði. Og þú þekki hvað ég er að tala hérna í Volklass í Kópavogi. Hann byrjar svona að labba, hurðin opnast, byrjar að labba kaldapottinum, býr til svona litla skeið á höndunum og ber vatnið á steinana. Og gufan kemur svona upp, þetta gengur á kólinn og gufan kemur upp. En hann snýr sér alltaf við aftur og hurðin er ekki að lokast og fer og sækir næstu. Og hann er svona bara að gera þetta nokkur sinnum. Hittnar aldrei almennilega í gufunni. Ég get ekki orðið pirraður því ég er svona að reyna að átta mig á því hvað er í gangi með hann, sko. Að ég segi hérna, þarftu ekki einhver aðstoð með að ég bara loki á eftir eða viltu ekki fara að setjast eða... Og svona eiginlega bara býð fram aðstoð mína þannig að við getum einhvern veginn náða að njóta hitans, báðir, sko. Því að hann er búinn að ganga þarna 3 og 4 og sækja vatn, hellir á, sækja vatn, hellir á. Þá lítur hann á mig og segist þér að fara. Svo seinna heyrði ég að þetta var Óttar í Steindal. Já. Og hann gerir þetta á hverju morgni til að búa sig undir vinnudaginn. Því að hann er alltaf að hlaupa með skruf í búðir og dreifa skrufinu þannig að við neytendur fáum að njóta. Og hann er alltaf að sækja meira og meira. Og hann stoppar aldrei til að njóta afrakstursins sem er okkar. Og vatni sem hann er að bera á kólinn er eins og skrufið sem kemur sem hiti og ánægja inn í undir vari þínar og fleiri. Já, takk fyrir það. Og næst þegar við hugsum skruf, þá hugsum við kannski til Óttars og hvernig hann ber vatnið á steinana fyrir okkur hína til að njóta hitans. Klálega. Og þetta er best að það á markaðinum úti. Já, og þetta var í gærdag og við megum bara aldrei gleyma hugsun á fólkinu sem það er ekki endilega í dag, heldur mögulega á morgun. Að sjálfsögðu ekki. Þetta er fólki sem heldur uppi hjólum atvinnulífsins. Það heldur áfram að snúa. Já, og við þökkum Skruf fyrir að vera með okkur. Kærlega fyrir Skruf. Og Óttari fyrir að bera vatnið á steinan okkar. 18+. Og með þessum orðum þá kannski bara lokum við í dag. Ætlum við að henda okkur í einhvern annan liði? Hvað ætlum við að gera? Ég held að við ætlum bara svona að minna kannski á Dýbit og Pingjan. Þáttinn okkar sem er búin að fara mjög ört vaxandi núna upp á síðkasti. Já, grúpan. Já, ég held að það sé svo sem bara okkur er ekkert fleira vambúnaði heldur en að setja hérna bara á 17. júní. Já, komdu með það. Þetta er beint til launþegans, það er frídagur, það er rauðudagur og við viljum bara biðja að njóta Station-helgarinnar. Kæri launþegi. Góða helgi. Góða helgi og hafið það sem allra best þann Hæ-hó, jippi-yey og jippi-yey. Það er komin 17. júní.